Já, Einar, hvernig varstu leikurinn í dag? Já, það var hörkuleikur og bara svona, ég var virkilega ánægður með liðið í dag, komið vel tilbaka og strákarnir börðust alla tíman. Ég var ánægður með hugarfarið sem að liðið sýndi og það er svona kannski það sem að fer mest fram á. Við séum að fara með gott hugarfari leikina og fylgja því eftir í 60 mínútur og við sýndum það og ég er ánægður með það. Við töpuðu illa gegn Haukunum í gær. Hvað var það svona helst að þið fóru fram á og breyttuð fyrir leikinn í dag? Já, ég meina við bara fórum yfir svona nokkur atriði kannski sem að betur mátti fara sóknarlega, svona nokkur taktísk atriði og svona og erum bara að slípa okkur til. Ég held við verðum betri og betri með hverju leik og þú veist, ég meina hugarfarið náttúrulega var miklu betri í dag en ég meina við vorum að spila á móti mjög öflugu liði í gær og mjög öflugra liði heldur en kannski við vorum að spila við í dag. Nú er stutt í mót, hvernig er standið á mönnum? Já, það er bara fínt stand á mönnum. Það er eitthvað svona smávæli meiðsli sem að kannski skipta þannig sé einhver mál í dag. Við verðum klárir þegar mótið byrjar með held ég bara liði í fínu standi. Við sýnist við bara vera á ágætis leið. Áttu vonaði eftir að styrkja ykkur eitthvað frekar? Að fá leikmenn eða? Já. Já, nei. Við erum komið með þann hóp sem að við viljum hafa og við bara reynum að styrkja okkur bara með þeim hætti að vinna vel í okkar málum og reyna að bæta okkur jafnt og þétt. Hvernig munu vikunar að móti verða? Undirbúningsleikir og fleira slíkt? Já, við erum að spila fullt af leikjum og að fara í Ragnarsmótið í næstu viku og svo söpvið út á Nesi helgina þar og eftir og ég er alltaf jákvæður og svo einhver Reykjavíkurmótið þannig að við erum að spila ég held þessi 10 leiki framöndan eitthvað líka þannig að það er nóg að gera hjá okkur. Takk fyrir þetta, gangið vel. Takk sem leiðis.